Hver Sigrún Lína Ingólfsdóttir? Sigrún Lína Ingólfsdóttir kona sem ég hársnýrtimestari, menntað sem slíkur og búin að taka líka kennsluréttindi, þannig að ég má kenna þetta í framhaldsskóla. Og ég búin að klára burtfararpróf í söng, klassískum söng, í Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Og já, 3 barna móðir, gift, eina ömmustelpu. Já. Og þú ert hérna úr Keflavík? Sko, ég fæddist í Hafnarfirði, en ég var komin hingað held ég 2 ára aldri. Og hefur verið hér síðan þá? Já, fyrir utan 1 ár í Stykkishólmi. Þegar ég var milli 9 og 10 ára, það var ákveðið að pröfa þar. Þú hefur ekki þetta norræna yfirbragð kannski yfir þér. Nei. Og það kannski ástæðan fyrir því að við erum að hittast hérna. Þú fórst að leita uppruna þess. Mikið rétt. Hvað fékk þig til þess að fara út í það? Sko, ég hef alltaf hugsað það, mér langi að vita eitthvað. Ég hef alltaf vita, ég hálfur Írani. Ég fengi að vita það frá ég var bara mjög lítil. En aldrei þorað að gera neitt í og enda var ekkert auðvelt að leita hérna áður fyrr. Maður hafði ekkert, ég átti 3 myndir. Það var eina. En svo maður má alltaf fann að heyra fólk vera að leita. Svo horfði ég á þættina Leitin að upprunanum núna desember 22. Það var akkurat búin að klára prófin í skólanum og var bara að vinna og inn á milli lá ég bara yfir þessu með dætrum. Svo segi ég svona alltaf vá, ég verð að gera þetta. Svo stutt eftir ég var 50, 23, þá koma stelpurnar á stofunni og heimsækja mig af Carino. Og ég segi þetta við þær, bara, veitir stelpur, mér langar svo að gera þetta, ég að pæla að gera þetta. Og þá var ein vinkona mín hana, hún Elínosa, hún bara, ég til, ég skal vera með þér í þessu. Þannig hófst það, þá fóru við svona fljótlega að skoða hvað við getum sótt og ég byrjaði á að sækjum hjá MyHeritage. Og ég sendi DNA sín út eftir að vera búin að sækjum. Og ég fékk í rauninni engin svona svör sem hjálpuðu mér. Það var bara, ég væri með, þú veist, ég væri frá Íran og eitthvað svoleiðis, en ekkert sem hjálpaði mér, það var svo fjarskyldir ættingjar. Þannig að ég, eftir, þetta verður örugglega enda janúar sem ég ger þetta, svona í október, þá sendi ég Sigrún Ósk á Stöð 2, sendi henni post og segi henni hvað ég sé að gera. Og spyr hana hvort það sé eitthvað annað sem ég get gert. Og hún sendi mér að ég sé að gera allt rétt, en Ancestry gæti hjálpa mér eða 23andMe. Málið það að ég ætlaði alltaf að gera 23andMe, en einhverja hluta vegna komst ég ekki inn á það þegar ég var að reynda, þannig að ég hætti alltaf við. Svo ég að pæla í þessu og þá hjálpar mér einn kórmeðlimur sem í með mér í kirkjukórnum Keflavík, hann Stefán, þá hjálpar hann mér að sækja Og svo einhverju seinna þá fæ ég DNA og Elínosa alltaf til staðar og hjálpar mér að taka sýni, svo ég ger þetta nú alveg rétt með hanska og allan bakan grímuna á sér svo hún smiti ekki. Nema svo fæ ég post frá þeim sem segir mér að það sé mengað sýni mitt, hvort ég sé til að gera það aftur og þeir myndu senda mér bara að kostnaðarlausu nýtt og ég bara ekkert mál. Þetta var einhvern tímann í nóvember. Nema svo bara brjálækir í vinnunni hjá mér, þannig að ég bara skil þetta eftir á borðinu hjá mér allan tíman. Pæli ekkert í þessu. Svo 30. janúar, þá ég alveg bara, ég verð að fara að gera þetta. Þannig að ég hringi Elínu, ertu til að hjálpa mér? Svo fer ég með þetta og stuttu seinna sé ég að það eitthvað sem svolítið nálægt mér. Þannig að ég sendi post og til að langar svo stutta þá svaraði mér ein. Og ég segi við hana, ég byrja að segja bara, sæl, ég heiti þetta, ég sé við erum eitthvað skildar.
ég að leita að blóðföður mínum. Ég held hann heiti Barham, en ég ekki 100% viss að þetta sé rétt skrifað. Og svo sagði ég bara eitthvað svoleiðis, en ég lét ekkert meira koma fram þarna. Þú varst ekkert að senda myndirnar sem þú áttir eða? Nei, veist að ég svo tölvuhefstundum að ég einhvern veginn náði því ekki. Ég sendi henni bara, ég ákvað að senda mynda mér bara á prófælinn hana, svo hún gæti séð hvernig ég lit út. Af því að ég var svona bara, svo ég haldi ekki sér eitthvað gæla leita ykkurum, þú veist, maður hugsar alltaf að versta. Nema svo sé ég hún svara mér og ég náttúrulega las ekki allan póstinn, ég las bara hæ, hún var til í að hjálpa mér, en það væri enginn með þessu nafni í fjölskyldunni. Og svo spurðum við eitthvað meira hvort ég geti sendt myndinar og ég sendi henni Facebook-linki minn og bara eitthvað svona dæmi. En hún var ekki með Facebook. Nema það ykkur hluta vegna var ég las ekki allan póstinn frá henni því að þegar ég fór ykkur dögum seinna inn á þetta eftir að allt byrja að ganga upp, þá sá ég, en það einn með nafninu Barham, það bara R-ið og H-ið sussaðist, en ég las það aldrei. Þannig að ég var bara svona, ok. Nema að daginn fyrir skírdag í fyrra, þá eru allar stelpunni elsta var komin í mat með dóttir sína og ég að segja að það sé búið að svara mér. Þannig að ég að fara inn á póstinn og svo bara allt í einu öskra upp, ég alveg, shit, og það alveg, hvað? Af því ég var náttúrulega bara að fara að lesa fyrir að póstinn. Og ég eiginlega stífna upp og þá sé ég að hún búin að senda póst og segir, maður að nafni Barham búin að nálgast þau á Facebook. Og bara sjá nafnið, þá vissi ég að þetta gæti verið að því þetta var nánast sama nafnið. Og stelpina, mamma, kíkjum, allir bara hætti að gera sem var að gera og við náttúrulega auðvitað inn á Facebook hjá manninum að hann skrifar að hún hefði verið bent á að ættingi sinn að ég var að leita mannisku og veist, hann náttúrulega bara svarar og eitthvað svona og biður mig að senda sér símanúmerið mitt í gegnum WhatsApp að hann sé lítið sem ekkert á Facebook en auðvitað förum við inn á Facebook og skoðum myndir á hann og þá þetta svona gamla myndir og stelpuna, mamma, þú ert alveg svo hann, ég alveg, nei, þetta er ekki hann, nei af því ég var náttúrulega svo stressuð. Fullkomin afneitun. Já, sko, þetta var og gott til að vera satt, sko. Og svo var maður líka, ég er búin öll þessi ár, ástæðan fyrir, ég leitaði líka ekki fyrr. Ég var búin að búa mig undir höfnun. Ég var búin að búa mig undir höfnun, en ég var alveg búin að búa mig undir það núna að það yrði höfnun, en ég var alveg sátt við það. Þannig að nú var ég á þeim staðum, ég var alveg sama. Bara, ég á góðan pappa hérna á Íslandi og mér langaði bara að vita. Hvernig lítur hann út? Er hann á lífi? Við hvað vinnur hann? Á ég systkini? Bara eitthvað. Þetta er það sem búin að vera alltaf hjá mér svona efst í huga. Nema það að stuttu seinna segir yngsta dóttir mín og Silvía við mig. Mamma, það var einhver annar með sama eftirnafn að líka hana. Þetta kom á Facebook sem að þetta er ekki vinur hans, þá tók ég bara ekkert eftir og ég kíki inn. Þá er það bróðir hans líka. Að senda mér bara, sæl, ég heiti Alex, hérna er símanúmerið mitt, endilega hringdu í mig eða sendu mér myndin og ég skal komast að nákvæmlega hverju á þessum myndum. Þannig að ég sendi honum myndinar og svo allt í einu, já, gleymd að kynna mig bara, hæ, þetta er Sigrún frá Íslandi. 20 mínútur seinna kemur sæl, ég heiti Alex, gaman að kynnast þér, ég mun áfram senda myndir á bróða minn. Þá var ég bara pottþétt. Svo daginn eftir, eitthvað svona, fer ég bara í ræktina, morgunni svo eitthvað mann ekki 1 eða 2 leyti, þá fæ ég skilaboð frá Barham. Og hann segir bara, ég er þessi maður á myndu, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var, og hann spyr hann bara, hver er móðin? Þú veist, hann allir bara hver er það og veist eitthvað svona og vildi fá okkur að útskýringar og svo bara
fór hann að hafa samband við mig bara reglulega, svona senda á mig eitthvað og ég sagði alltaf bara að hann gerir DNA-test, já, auðvitað hann ætlaði að gera DNA-test og hann var fann að senda mér svona alltaf bara, hæ, hvernig var vikan, hvernig var dagurinn og mér fannst þetta orðið óbúslega mikið á tímabili. Það var persónulegt þarna. Þetta var orðið óbúslega mikið og ég var alveg bara, ég var varla að geta þetta, mér fannst ég vera bara alveg að tapa mér, sko. Það var orðið allt of mikið. Því að, þú veist, Vildaltinu var alltaf að reyna að tala við mig og reyna að hafa ykkur samskipti og uppalega sem hann fekk að vita seinna, ég ætlaði aldrei þannig að láta hann vita mér. Ég ætlaði alltaf bara að forvitnast. Forvitnin var svo mikil að mér langaði að vita eitthvað, en ég ætlaði aldrei að því ég var hrædd að eyðileggja einhverja fjölskyldaðan úti og bara koma einhverju stað, einhverjum kannski leiðindum eitthvað. Ég var alltaf hrædd við það. En svo var hann fann að einhvern tímann að senda mér, hvenær getum við tala saman, og ég hélt bara gegnum bara, þú veist, að skrifast á og ég er að fara á kóræfingu, ég er komin heim klukkan þetta, já, getur þá hringt inn og ég bara, já, ok. Þannig að þetta var svolítið svona, svo kem ég heim á kóræfingu og sess bara fram á sófan með Tryggva og svo allt í einu heyrist í stelpunni, mamma, ætlar ekki að fara að hringja? Ég jú, eftir, og ég var alltaf að treyna þetta. Svo endar það með því að ég fyrir inn í herbergi og ég loka að mér, því ég bara gat ekki hugsa mér að neitt var að hlusta. Fyrsta sem kemur oh, finally I hear your voice, og ég bara, já. Þannig að svo var hann bara og að spyrja mig eitthvað og segja mér frá sjálfum sér. Og þá þú veist, hann var reynda búinn að segja mér í skilaboðum. Þetta var rosalega erfiðu tími hjá honum þegar hann frétti að mér. Hann það voru akkurat 2 ár tæp frá því konan að stó. Og þau voru bara á leiðinni í kirkjugarðinn, þannig að þetta var svolítið svona erfiðu tími. Og hann var líka búinn að segja, sko, hann sagði að bróðir hans fekk að vita þetta undan honum. Þá, þessi kona sem ég talaði við, hún sendi bróður hans og sendur honum mynd af mér. Hann sendir myndina á hann og segir, finnst þér þessi kona eitthvað líktir? Það eina sem hann sagði fyrst. Og hann var fyrst alveg, ekki get ég sagt það, hvað er þetta pæli? Og hann alveg segir honum hvað hann hafi heyrt og hann sagðist það bara fengi áfall. Og hafi sagt við hann bara, viltu ekki tala um þetta við nokkuð mann? Ég þarf aðeins að komast hvað er í gangi. Svo hringir hann í þessa frænku sína og hún gefur honum allar upplýsingar sem hún hefur og hann biður hana sömuleiðis að segja ekki neitt. Svo segist hann hafa komið heim til sín og verið bara, hvað á ég að gera? Hvað er að rétt að gera? Svo bara sólarhring seinna, þá sendir hann mér þessi skilaboð. Þannig að þetta var svona, já, mjög skrítið. En þegar hann syngir í mig svo, eins og við erum að tala um áðan, þá segir hann, heyrðu, ég ætla bara svo að koma til Íslands bara. Og ég wow, heyrðu, róa sig aðeins. Hann já, og bróðir minn vill koma með mér. Og ég shit, ég var ekki alveg að fara þangað. Þannig að ég já, getur aðeins bakkað? Hann hvað meinaðu? Ég bíðum eftir DNA, ég vil ekki ákveða neitt. Og svo sagði ég við hann, eru stelpurnar sáttar við þetta? Hann já, þær verða það alveg, hafa engar áhyggjur. Ég sagði já, að því ef þær eru ekki sáttar, þá vil ég ekki við sem í sambandi. Ég ætla ekki að skemma hjá okkur fjölskyldu, bara ekki séns. Og hann bara, vá, ég kann svo vel að meta og að segja þetta, en hafði engar áhyggjur. Það verður ekki svoleiðis. Fjölskylda mín er alveg yndisleg og þú veist, hann já, ég pottitræði, þú ert dóttir mín, ég bara sé það núna, þú veist, eitthvað eftir að búin að greinilega vera að pæla meira og búin að tala saman í gegnum skilaboð og svona. Já, og svo var hann að sagða mér að hann væri að fara út stuttu seinna og að yrði litlu sambandi. Gæti lítið, bara svona SMS, að gæti lítið vera að veri lítið samband þarna, hann var að fara til Kína, þú veist, mikið tímamunur. Og
og ég fæ allt í hennu svo bara leið og hann á leiðin til Kína í flugvélinni, þá fæ ég skilaboð frá ancestry, þá bara faðir. Og ég bara svona, samt var ég afneitun alltaf áður. Það var ég alveg, nei, þetta verður ekki það, þetta verður ekki það. Svo einhvern veginn, þarna fékk ég á svart og hvítu. Þannig ég tek bara screenshot af því og sendi honum. Og hann sagði mér eftir á, þá var hann akkurat í flugvélinu og fékk þetta. Og það bara, congratulations. Og ég alveg, what? Þannig að í staðan fyrir þessa höfnun sem þú óttaðist, þá var bara eignaðistu aðra eða stækkaði fjölskyldanir? Mikið, mjög mikið. Þau númera, sko frá hann á, þau voru 6 bræðurnir, einn elsti látin og hann er tvíburi og hann og bróður hans eru yngstir og þeir númera eftir númera á fjölskyldunni. Þannig að elsti bróður númer 1, hann er númer 5 og svo er það börnin og barnabörn allt kom inn í þetta. Þannig að við erum öll komið með númer. Núna eftir hvenær maður kemur í fjölskyldu og maka líka. Ef þú ert giftur inn í fjölskylduna, þá fær þú númer líka. Við erum honum 72 held ég. Bara frá bræðrum hans og þetta er alveg slatti. Málið það að þegar ég vissi þetta þegar ég var búin að fá staðfestingu að það væri búin að finna, þótt ég væri ekki búin að fá staðfestingu hver hann væri, þá hringdi ég í systur mína. Hringdi í Svanhildi og ég segi við hana, ég held ég sé búin að finna hann, hún bara vá geggjað og ég veit það ekki. Og ég hvernig á ég að segja mamma og pabbi þetta? Hún viltu að ég komi með þér? Og ég nei, ég er ógeðslega stressuð, ég er bara að deyja. Svo ákvað ég bara að fara ánga inn. Það voru allir búin að bjóðast til að fara með mér af því að vissu allir að ég var að fríka út. Þetta er náttúrulega svolítið viðkvæmt mál þegar maður fer af stað í svona rannsóknir og leita upprunans. Hvernig tók uppeldisfaðirinn í þetta mál? Hann tók mjög vilja. Málið er að ég talaði við hann áður en ég gerði þetta. Þá var ég að segja hann, ég væri að horfa á þessa þætti á Stöð 2 og ég sagði hann, vá, mér langar eiginlega bara að gera eitthvað svona og þá sagði hann bara, ég hef bara fullan skilning á því. Það langar auðvitað öllum að vita eitthvað og þar með tók ég sem bara, já, ok, hann verður örugglega kúl með þetta og hann hefur stutt með allan tíma. Já, þannig að þetta var ekkert viðkvæmt mál. Nei, ekki þannig. Það var meira gagnvart mér sjálfri. Ég hafði áhyggjur. Ég var meira hrædd hvernig þau tækju sig því ég vildi ekki særa þau. Ég var svo hrædd að særa þau. Og það var líka hluta. Það var ekki bara ég var hrædd að særa fólki út og eðilega. Ég var mjög hrædd að særa fólki mitt hér. Og það er líka stór hluta því af hverju ég gerði þetta aldrei fyrr. Já. Og svo að særa fólki út í sig og það var kannski ekkert auðvelt heldur að byrja að eiga samskipti við þau og opna á þetta. Nei, það var það ekki. Og þetta, eins og ég segi, þegar þau voru öll svona opin og vildu heyra í mér, þá eiginlega fór ég að bakka það svolítið því þá fannst mér þetta orðið svolítið yfirþyrmandi og bara tilfinningarnar það voru út allt hjá mér. Það þurfti lítið til svo ég var alveg að brotna. Ég var eina stundina rosa glöð og vildi segja allir næstu stundin, hann langaði bara að fela mig og fara að gráta. Af því að þetta var óbáslega mikið. Svo náttúrulega þegar hann vildi koma, það var ekki lengur hann og bróðir hans. Hann og allir bræðurnir var talað og þá eiginlega fékk ég ennþá meira sjokk. Þannig að þá var ég að segja þetta við pabba, hvernig á ég taka á móti þeim? Bara, hann Sigrún, þú getur þetta, hafðu ekki áhyggjur, þetta verður ekkert mál. Þannig að svo endaði með því að þeir komu 3 bræður hans með honum, 4. bróðurinn er að berjast við krabbamenn þannig að hann treysti sér ekki. Og einn tengdasonur sem var bara, yes, ég hef á víkingafjölskyldu, hún fannst það bara geggjað. Þannig að þeir leigðu, ég hjálpaði þeim að finna húsnæði sem þeir leigðu bara rétt hjá okkur. Og en málið er það að þegar þeir vildu koma, ég veður einu annað, þegar þeir vildu koma þá sagði ég við að ég væri ekki alveg tilbúin að fá þá alla hingað án þess að ég væri búin að hitta hann. Ég sagði þá eru þeir allir að horfa á mig, fjölskylda mín allir að horfa á mig, ég geti þetta ekki.
Ég sagði, má ég bara koma fyrst ein í smá stund? Og hann bara, já, endilega. Þannig ég fyrir út í maí og hann tekur á móti mér. Looking over there. Oh my God. Good to know you. Well, welcome to New York. Ég var búin að segja við hann, ég vildi ekki hitta marga. Ég gæti það bara ekki. Og ég gisti heim hjá honum. Hann með stórt húsnæði og hann sagði að það var nóg pláss og ég hugsaði bara, ef ég ætla að kynnast honum, þá þarf ég bara að, staðan fari ég ætlaði uppalega að vera á hóteli. Nema svo fyrsta kvöldi þá reyndi að kemur nágrannans yfir, af því að hann hafði eitthvað einn glimt að drepa á bílnum. Hún hafði tekið eftir því og hringdi í hann og lét hann vita og hann sagði, viltu ekki kíkja yfir, dóttir mín er komin. Og hún náttúrulega rýkur yfir, hún var bara hláturskast þegar hún sér mig. Hún bara, oh my God, hvað eru lík? Ja. Svo er hún eitthvað að spyrja mig spurninga og þá allt í henni fær hún bara hláturskast og öskra bara upp og ég horfa hann náttúrulega að deyja og stressi nýkomin hana, bara búin að borða með honum og ekkert þannig búin að ná að tala. Og þá segir hún bara allt í henni og við horfum bara hvort annað hún alveg, fyrirgefðu. En hún gerði nákvæmlega eins og þú gerir með augunum og ég veit ekki ennþá hvað það var sem ég gerði. Sigrún hitti föður sinn í fyrsta sinn á fimmtudegi en á föstudögum heldur fjölskyldan gjarnan kvöldverð í tilefni hvíldardags en þau eru gyðingar. Og oft kemur fjölskyldan saman mísan hverjir en þarna bauð hann bræðurum sínum. En hann bauð tveimæðum því hinir tveir voru í Los Angeles. Þannig að tveir bræðinu komu, kona annars þeirra og kona eins bróðurinn sem var í LA. Það eru líkindi með ýmsu hjá blóðföður Sigrúnar og hennar fjölskyldu. Hann er fatahönnur og vinnur sem slíkur. Elsta dóttir mín er kjólameistaramennt. Þannig að þarna eru líkindi líka. Það var mjög skrítið. Sigrún Lína segir að það hafi verið svolítið yfirþyrmandi að hitta fjölskylduna í fyrsta skipti í Bandaríkjunum en það hafi verið góð ákvörðun að fara fyrst út og hitta öll þar áður en blóðfaðir hennar og bræður hans komu til Íslands. Þegar svo fer ég heim og hafa verið svona 10 dagar setna þá koma þeir. En þá var það líka auðveldara, ég var búin að hitta 3. Þannig að þetta var bara ótrúlega gaman og þeir komu 2 daga í matina en þeir vildi ekki ég væri eða miklum tími að elda þannig að þeir fóru bara með okkur út að borða. Vildu bara að við myndum njóta meira saman og ég fór með út allt og mamma og pappi komu hingað heim líka og systur mínar. Bróður minn var ekki á landinu þannig og makar þeirra og þetta var bara yndislegt. Þú hittir hann í fyrsta sinn bara í maí á síðasta ári? Já, og ég er búin að fara 3 út síðan. Og hann einu sinni hingað? Já. Ég fór núna, við fórum í september, ég og Tryggvi saman og þá fórum við, þeir eru gyðingar og miðju systir mín eignaðist tvíbura og annað þeirra var strákur og strákar eru umskornir. Og ég fór í þá veislu, ég og Tryggvi, við fórum í þá veislu og þetta var gert heima hjá blóðföður mínum. Það var læknir frá sjúkrahúsinu sem kom en fólki mátti bara ekki vera of nálægt og svo var bara heljarna veisla eftir það. Já, bara aðgerðin framkvæmt fyrir opnum tjöldum? Já, ég leit undan og Tryggvi líka, við bara nei, ekki séns öllum að horfa á þetta. Og svo voru ykkur 2 vinir sem að kynnti mig fyrir. Svo komst ég að því að svo sagði mér, þetta eru mennirnir sem voru á myndinni sem þú átt. Já. Ég bara, what? Þetta var bara svo, búin að eiga mynda þessu mönnu með honum, alla minn ævi. Allt í nú voru þeir í veislunni. Þetta var svo ruglað. Surrealist. Þetta bara, það galið. Og málið það voru rosalega mikið af fólki að koma að heilsa manni og mér leið orðið bara, ég var alveg búin á því á tímabili og svo var alveg bara illt í kjálkunum og svo var hitt ég nágrannakonuna þannig að hún var í veislunni og eitt skipti sá mig Sigrún
komdu, við skulum koma aðeins í göngutúr, ég alveg akkur, hún sagði, ég sé það, þú getur ekki meir. En þau eru öll svo tengt. Þetta svo skrítið, ég menna, þegar ég fór út í nóvember aftur, þá fór ég ein, af því ég ákvað ég yrði líka að vera duglega að fara ein, maður nær meiri tengingu en maður einn. Þetta er rosa mikið. Sko, eftir því sem meira maður kynnist þeim, þá maður bara, vá, þau eru yndisleg. Maður fann það reynda strax, en þetta var bara mikið. Og núna er ég mitt elsta systir mín, sem er 37, verður 38 ára núna, hún er ófrísk á öðru barninu hjá sér. Og hún á að eiga í maí, og nú er hann búinn að spyrja, ætli ekki að koma? Sigrún Lína hefur farið 3 svar að hitta fjölskyldu sína í Bandaríkjunum og blóðfaðir hennar og bræður hans hafa komið einu sinni til Íslands. Þetta er bara yndislegt. Ég meina, svo fórum við með þá eitthvað hér, við byrjum að fara fyrst með það hérna Gunnu hver og hérna bara brúum milli heimsal og þar, svo þegar ég kom tilbaka, þá uppgötaði ég að hann gaf mér armband þegar við komum hérna, þegar ég kom út, þá festan á mig óbáslega fallegt gullarmband og ég var ekki búin að taka að mér kannski meira af því að ég kunni það ekki. En það var læsing á því, ég bara kunni það ekki og ég einhvern veginn var allt svo hrædd að slíta, þannig ég bara lét að vera að það var svo fast. Og þegar þeir kom allir hingað, þá gáðu mér allir saman armband sem svona allt öðruvísi, en það var með svona litlum demantí og nöfnin á öllum bræðrunum var búið að grafa inn í. Þannig að ég var búin að láta festa, en tók ekki hitt af. Svo því kom tilbaka úr sér, þá var horfið gullarmbandið. Þannig að ég tapaði. Og ekki fundið sér? Nei, það er ekki fundið. Ég er búin að auglýsa og það var svolítið sárt. Þannig að fyrsta sem hann gaf mér, en allan að minningin. Hvernig fannst þeim að koma til Íslands? Ég heldur að fundist alveg, þetta er svo allt öðruvís en Bandaríkin, skilu. Ég heldur að alveg fundist þetta bara fínt. En þú veist, ég var búin að vara við að það er svolítið kalt hérna. Það var kalt. Svo fórum í bæinn með það, svo fórum með flyover Æsland og bara labba Laugaveginn og eitthvað svoleiðis. Fórum svo ætluðum við að fara 3. daginn á Gullfossageysi og þá voru 2 þeirra ekki að nenna að sitja í bíl svona langt og eitthvað tæpir í baki. Þannig að þá fórum við í sund hérna í Keflavík og það fannst, einn þeirra hérna tengdasonurinn, hann bara vill redda sér svona heitum pott bara heim til sín með nutti. Hún fannst það geðveikt. Bara að sundlaugin hérna í Keflavík geti heilla svona. Já. Það var bara magnað. En það er alveg óhætt að segja að tilverðin hafi lífgað við hjá ykkur og þessari fjölskyldur. Já, það er ansi margt búið að breytast. Þetta er galið, sko. Já. Og ef við hugsaum aðeins tilbaka að nú ert þú söngkona eins og þú segir og tókst þátt í uppsetningu á fyrirlarnum á þakinu, þannig að það má ég að segja að þú hafi verið að leika sjálfur þar í gyðingasamfélagi. Já, þetta var svo skrítið, aldrei hef maður trúið að þetta svo fyndið að maður hugsa svolítið tilbaka, ég alveg, vá, já, af því ég leik hérna Sætil þar og það var alveg bara svolítið fyndið og ég mitt sagði honum frá því, hann bara, já, ég er búin að sjá það oft og búin að fara í leikhús og sjá þetta og eitthvað svona, þetta er alveg bara óbúrslega skrítið. En þú veist, svo líka þegar ég var að leita, það langar maður að vita, er eitthvað sem ég þarf að vita, þú veist, eitthvað sjúkdómar, eitthvað svona, þú veist, þetta var líka það sem ýtti mann áfram, maður vildi bara vita eitthvað. Já. Það er bara svona... Það væri eitthvað arfgengir af eitthvað. Já, það er mjög gott að vita allir. En ótrúlegt hvað er hægt að gera í dag, að finna tengsl með smá lífsýni. Smá sýni úr kynninni eða hráka. Tengja saman Ísland og gyðingasamfélagi í Íran. Akkurat. En þau, sko, mála það, þegar hann kom til Bandaríkjanna fyrst, þá var hann ólöglegur innflytjandi. Og hann fer tilbaka, ætlaði bara að fara heimsækja einn bróður sinn í London, af því mamma var í heimsókn og þá ætlaði bara hittast þar. En svo komst hann ekki tilbaka því hann var ólöglegur. Hann fattaði það ekki.
Hann sagði, ég var bara krakki, ég áttaði mig ekkert á því að ég var búin að vera að vinna á bensinstöðum, vinna svart til að eiga fyrir mat og svo var hann í skóla, þú veist, þetta var alltaf ólöglegt, þannig að það tók mörg ára að komast aftur til Bandaríkjanna og þá var öll fjölskyldan bara, svo komu þau öll, mamma og svo pabbi líka, sko. Áður ég kemdi söguna, þá var hann 3 dætur. Ein var 35, ein 37 og ein 30. Hann átti 2 barnabörn. Eina, miðjusystir mín, hún á 2 ára stelpu og hinn var eitthvað, eða hún var ekki orðin 2. Og svo var hinn sem elst átti nokkra mánaða. Ég kem til sögunar. Hann eignast Söndru sem að vera 32, Sigríður verið 26 og Silvía verið 16 á þessu ári líka. Og Amelia, hún 7 ára frá í nóvember, hann langjafi allt í henni. Elsta barnið hans var að verða 2 ára, allt í henni átti hann manneski sem var 31 árs sem var barnið hans og allt í henni orði langjafi barn sem var að verða 7 ára þarna. Þannig að þetta breytist ansi mikið. En þetta hefur allt saman leist farsællega og allir bara lukkulegi með hvernig þetta rætist úr þessu. Já, mér sýnist allir vera bara mjög sáttir og líka bara gaman að eignast eitthvað aðra fjölskyldu líka sem að getur verið í sambandi þótt að þetta verði aldrei eins, þetta verður aldrei eins og fólki mitt hér. Ég verði aldrei eins tengt þeim eins og fólkinu mínu hér. Það vantar 50 ár hann á milli cirka. Já, og þá sagði hann líka þegar hann sagði að nú þurfum við að vera duglega bara að heyrast nógu oft og hittast og ég alveg já, svo reyndi að draga úr ykkur og hann sagði nei, við erum búin að missa það mikið 51 ár. Við erum búin að missa allan þannig að við þurfum að vinna þetta upp saman og við þurfum að gera það rætt. Þannig Já, eins og þú segir, fjölskyldunni þetta sterkt hjá þeim óbærslega sterkt, já. Og þá kannski bara eðlilegt að hann vilji svolítið fá að halda utan ykkur líka. Já. En við gerum náttúrulega alveg bæði hann og við gerum okkur grein fyrir að þetta verður aldrei eins og þú veist, hinn þegar þetta bara allt annað. Já. Ég hef alltaf verið skráð Sigrún Lína Barhams en ég kalla mig alltaf Sigrún Lína Ingólfs og ég segi alltaf Sigrún Lína Ingólfs en í þjóðskrá Barhams. Nema þegar ég sé að þetta vitlaust skrifað og þá hann var fyrst spurði mútið hvers dóttir ertu og ég sagði það og hann bara, ertu með nafnið mitt bara vitlaust skrifað? Ég alveg, já. Vá. Og hann alveg, viltu ekki breyta þessu nafni og hafa þetta rétt? Ég alveg, jú, ég ætla að svissa stöðunum. Nei, það ekki rétt. Ég alveg, hann alveg, þú ert Haka Kían. Ég alveg, já, viltu ekki vera eins og stelpurnar? Sigrún Lína Haka Kían og ég alveg, ætla aðeins að hugsa þetta. Svo sagði ég, en ef ég geri bara Sigrún Lína Barhams rétt skrifað og Haka Kían þá grætt á sig. Nei, það ekki rétt. Ég alveg, nú? Hann já, það ekki rétt. Það Haka Kían, Barhams, við gerum það ekki út mér langar svo að sést eins og stelpunnar hinnar og sést bara eins í fjölskyldunum. Ég alveg, já, ætla aðeins að hugsa þetta. Ég þurfti smá tíma, ég var ekki viss. Ég hafði ágjörð hvað þegar ég á gömul komin að 11 heimili maður. Það rætti örglega alla að ég heiti ekkert Sigrún Lína Haka Kían. En ég allan sóttu breytingu. Mamma þurfti að skrifa undir og hann þurfti að skrifa undir og var með afrita vegabréfin hans. Þannig að núna ég skráð Sigrún Lína Haka Kían.